leggjum áherslu á núna, helstu áherslumál, og við vitum að það þarf að breyta í þessu samfélagi. Við getum breytt og við ætlum að breyta. Það sem við leggjum höfuðáherslu á núna betra plan í ríkisfjármálum og betra plan í húsnæðismálum. Og við vitum auðvitað að þessi grundvöllur þarf að vera til staðar svo við getum innleitt betra plan í öllum helstu stefnumálum hér á landi. Og eins og þið vitið, kæru félagar, að þá erum við með stefnu í heilbrigðismálum, lýðræðismálum, hvað varðar menntun, vinnumarkaðsmál, sveitarstjórnarmál, velferðarmál, jafnréttismál, umhverfis- og loftslagsmál, hvernig við ætlum að huga að auðlindum, samgöngum, styrkja byggðir, landbúnaðar- og matvælamál, dómsmál, utanríkismál, menning og listir. Og hér ég að telja upp allar þær stefnur sem við eigum nú þegar og hafa verið unnar sem að við þurfum auðvitað að innleiða með því að hafa sterkan grunn, betra plan í ríkisfjármálum. Ég hef svona oft verið spurð að því hvað þessar kosningar í rauninni snúist hver áherslan verður. Og það sem að kemur helst fram einmitt að fólk að kalla eftir breytingum, fólk að kalla eftir því að Alþingi vinni raunverulega fyrir almenning hér á landi og það það sem að við hlustum á hjá sósíalistum. Og við lítum á að það sé hlutverk okkar, að það sé hlutverk þingsins, að það sé hlutverk ríkisins að undirstaða efnahagsstjórnunar verði byggð á samkennd, mannúð og virðingu. Og á þeim grunni þá erum við hérna með þessar áætlanir hvernig við ætlum að útfæra það að því við vitum að til þess að fá þessa mannúð og virðingu að þá þurfum við að hafa hér réttlátt skattkerfi og við þurfum að byggja allar okkar áætlanir á því að þau sem eru aflögufær greiði til samfélagsins. Ég hef óskað eftir því að 2 félagar mínir hjálpi mér hérna við að finna þetta átti ekki að koma á skjáinn, augnablik, svona. Ég hef óskað eftir því að 2 félagar mínir komi hingað upp og hjálpi mér við þessa finningu, en annars vil ég benda á að þessir bæklingar liggja hérna frammi og þið getið kíkt á það og þá þetta einnig á vefsíðu okkar xjuth.is. En ég ætla að biðja Gunnar Smára Egilsson, oddvita í Reykjavík Norður, að fara hérna stuttlega yfir betra plan í ríkisfjármálum. Takk fyrir. Góðan daginn, gaman að sjá okkur svona mörg. Hérna eru 2 bæklingar, stefnur náttúrulega miklu meiri og ef þið sjáið að þá annar bæklingurinn áberandi þykkari. Hann umverulega mjög þykkur með að við svona kosningabæklinga. Og ástæðan sú að þetta fjallar umverulega leiðréttingar á þeim breytingum sem voru á ríkisfjármálum og einhverjum skattastefnunni á síðustu 30 árum. Og tillagan umverulega meira og minna að vinda ofan af þeim breytingum og ástæðan fyrir því að við viljum vinda ofan af þeim breytingum sú að þessar breytingar hafa verið grunnurinn af þeim vanda sem við erum stödd í dag. Það var grafið undan tekjuöflun ríkisins með þeim loforðum að það myndi auka tekjurnar, að ef við gefum eftir skatta til fjármagnseigenda og stórfyrirtækja að þá mun veltan í hagkerfinu auka svo mikið að ríkið fái meiri tekjur, jafnvel þótt lækki skattana, þá verða tekjurnar meiri og við getum haldið áfram þeirri velferð sem hér var. Þetta gekk ekki eftir. Það var sagt við okkur, já, þetta ekki alveg að ganga, þannig við þurfum að fara að rukka núna inn fyrir heilbrigðiskerfið og skólakerfið. Og það dugði ekki heldur. Og það var sagt, nei, þetta dugar ekki, við verðum að selja eignir ríkisins. Og það var gert að það dugði ekki heldur. Og það var sagt, já, við verðum að afla tekna fyrir ríkið og þá var lagðir á auknir skattar á miðlungstekjufólk og lágtekjufólk. Fyrir 30 árum að þá voru engir skattar á lágmarkslaun. Núna borgar sá sem lágmarkslaunum 65.000 krónur í skatt. Fyrir 30 árum þá voru engir skattar á lægstu örorkubætur, nú þarf það fólk líka að borga skatta, þó að allir viti að það ekki hægt að lifa þessum peningum.
Ríkið kemur og tekur matinn af fólki síðustu daga mánaðarins til þess að afla sér tekna vegna þess að ríkið hefur gefið eftir tekjur til annarra. Í þessu kveri sem ég hvet ykkur til þess að lesa, að þar eru eftir nokkrum köflum. Í fyrsta lagi þá lagt til að það verði sóttur skattur til þeirra sem að fá mestar tekjur í samfélaginu og eiga mestar eignir. Þetta bara almennt siðlegt að þeir borgi mest sem hafa mest aflögu, en þetta líka leiðréttingin á okkur í skekkju sem í kapítalísku samfélagi. Gólfið skakt og peningarnir rúlla frá þeir sem lítið eiga og hafa litlar tekjur til þeirra sem eiga mikið. Og ef við ætlum ekki að láta samfélagið okkar steypast, þá verðum við að sækja til meiri tekjur til þeirra sem að peningarnir leita til. Ef við gerum það ekki, að þá mun samfélagið okkar steypast. Þá verða svo mikil ógnarvöld hjá hinum ríku að þeir stjórnar öllu eins og að sömu leyti að gerast hér. Það sem við ætlum að leggja til að verði aukna tekjur á eru fyrst og fremst tekjur á fjármagnseigendur og þá allra ríkustu fjármagnseigendurnar. Við viljum að verði sett auðlegðarskattur sem eignaskattur á hina allra ríkustu. Við erum ekki að leggja til þess að verði settur á eignaskattur á fólk sem á mikinn ævisparnað eitthvað slíkt. Þetta fyrst og fremst til þeirra sem eru allra ríkustu. 1% landsmanna, jafnvel minna, sem borgi auðlegðarskatt. Við erum líka með tillögur það að skrúfa fyrir alls konar göt sem hafa verið sett á kerfið til þess að minnka skatta sem hinn ríku borga. Meðal annars leggjum við til núna eins og við gerum síðast að fella eignarhaldsfélögin, heitir þau okkur, Samfylkingin hefur tekið þetta upp og kallað loka EHF-gatinu. Munurinn hjá okkur sá að við ætlum ekki að leggja eitthvað sérstaka skatta á einyrkja sem eru með eitthvað rekstur eins og píparar eða eitthvað slíkt. Heldur þetta til þess að sækja peninga til eignarhaldsfélaga sem hafa engan sérstaka rekstur, selja kannski stórkostlegar eignir, flytja söluhagnaðinn upp í félagið en greiða engan skatt af því. Fresta skattgreiðslu þannig. Og það hægt að sækja gríðarlega mikla peninga með þessu og líka til þess að draga úr ýmsum götum sem á kerfinu og að efla skattrannsóknir. Þeir sem að svíkja undan skatti eru fyrst og fremst þeir sem að eiga langmest og eru með mesta tekjurnar. Þeir sem að svíkja undan skatti ekki fátækt fólk. Skattrannsóknir hérna eru og hafa verið í áratugum saman, þannig þeir ráða varla við að vera með skattrannsóknir á stórfyrirtæki og allra auðugasta fólkið. Þeir ráð ekki við að mæta öllum lögfræðihernum sem að þar og annars slíkt. Það að efla þetta, því það réttlæti að þeir sem að eiga borga mest gerir það í raun og sann. Við erum líka með inn í þessu sem eru að auðlindirnar til almennings, sá kafli heitir það, og það auðlindagjöld. Við erum fámenn þjóð í stóru landi með ógnar miklar auðlindir og ættum að geta byggt hér upp stórkostlegt samfélag. Ef að arðurinn af auðlindunum renni til almenning sem á eigurnar, á auðlindirnar. Gallinn við stjórnvöld núna og undanfarið 30 ári sá að auðlindirnar eru meira og minna gefna til örfárra. Fyrst og fremst auðmanna, fiskveiðauðlindin kannski meira og minna í höndunum á kannski 10 fjölskyldum. Að langstæstu leyti auðlindir sem almenningur barðist fyrir að fá til Íslands til þess að gæti orðið grunnurinn að sterku samfélagi hér. Við viljum leiðrétta þetta því að við eigum að njóta þess að vera auðugt fólk. Við erum auðugt fólk. Við eigum fiskveiðauðlindina, við eigum gríðarlegar orkuauðlindir, við eigum miklar náttúruauðlindir og það arðurinn að þeim á að renna til þess að byggja hér upp stórkostlegt samfélag fyrir eigendur þessara auðlinda. Við erum með sérstaklega kafla sem að fjallar sveitarfélögin vegna þess að það skekkja, það verður flutt verkefni til sveitarfélagana án þess að tekjur fylgi. Á tímabilinu hefur líka sérstakir tekjustofnar sveitarfélagana verið skertir. Aðstöðugjaldið sem var eins konar útsvar sem að fyrirtækin borguðu fyrir þá þjónustu sem þau fengu frá nærsamfélaginu var fellt niður og útsvar af fjármagnstekjum féll niður þegar fjármagnstekjur voru gerðar að sérstökum skatti en áður voru fjármagnstekjur skatlaðar með sama hætti og launatekjur. Þetta ætlum við að leiðrétta til þess að sveitarfélögin hafi sterkari tekjustofna og geti raunverulega sinnt sinni nærþjónustu.
Síðan kemur kafli sem heitir skattalækkanir til almennings. Það sem eins og ég var að lýsa áðan, það sem að gerðist og þegar furðulegt að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf lýsaði yfir hann vilji lækka skatta, hann hefur ekki lækkað skatta, hann hefur bara lækkað skatta á hina allra ríkustu, hann hefur hækkað skatta á allan almenning og við viljum leiðrétta þetta tilbaka. Það er ósiðlegt að taka skatta af fólki sem ávarla fyrir mat. Það er ósiðlegt að innheimta skatta af lægstu tekjum, hvort sem það eru örorkulífeyrir eða ellilífeyrir eða lægstu laun á vinnumarkaði. Inn í þessu hver líka farið yfir það hvernig barnabótakerfið og húsnæðisbótakerfið hefur verið mólað niður á síðustu 30 árum og við ætlum að snúa þau tilbaka. Þannig að þetta er hinn klassíska velferðaríki, það er tilflutningur á peningum á milli fólks eftir mismunandi æviskeiðum, þannig inn í skattkerfinu er stuðningur við barnafjölskyldur sem eru með mestu framfærsluna og stuðningur við eldra fólk þegar orðið gamalt. Þannig að það þarf að laga þetta til þess að við getum lifað í samfélaginu og verið tiltölulega örugg. Að við getum eignast börn, að við getum byggt okkur heimili, að við getum elst, að við getum slasast, að við getum orðið veik, en samfélagið styður okkur. Og það er að endurreisa það. Og hérna í lokin er síðan kafli sem að ég veit að kemur mörgum óvart að við leggjum áherslu á sem eru skattalækkanir til smærri fyrirtækja. Það er aldrei að sósíalistar séu eitthvað bara illa við allan rekstur, en það er ekki þannig. Það sem hefur gerst á þessu 30 árum er að skattlagning á fyrirtækjum hefur breyst, þannig að skattlagning á tekjuskatt sem er skattlagning á þeim peningum sem er hagnaður fyrirtækjana og síðan á arðinu sem er tekin út úr þeim, hann hefur verið lækkaður, en á sama tíma hefur tryggingagjaldið sem er skattlagning á starfsfólkið á fyrirtækjunum verið hækkaður. Þetta kemur sérstaklega illa út við ný fyrirtæki og lítil fyrirtæki þar sem að mesti krafturinn er og mestu líkurnar á að verði til eitthvað nýtt í samfélaginu, en er eins og rosalega gott fyrir stór fyrirtæki sem eru í eigu sterkra fjármagnseigenda. Kerfið hefur verið breytt til þess að það er gott fyrir þá, þennan stóru, en það er ekki gott fyrir þennan litlu og þeir sem verið að byrja með rekstur. Og þessum ætlum við að leiðrétta það, lækka tryggingagjaldið, setja þak á það, kannski að 20 fyrstu starfsmennir séu án tryggingagjalds til þess að hvetja fólk til þess að stofna fyrirtæki svo maður geti kannski hætt hjá fyrirtækinu sem maður er að vinna hjá og stofna sér eigið fyrirtæki. Það er bara mjög gott fyrir sósíalista að vinna hjá sjálfum sér, það er markmið sósíalista að verka fólkið eigi vinnustæðin sem maður vinnur á. Og ég ætla að ítreka aðeins í lokin að einhverjum mun kannski finna þessu, hver að lesa þetta er svo margt og svona. Málið er það að verkefni okkar er stórt. Það er búið að vera að grafa undan samfélaginu í 30 ár í það minnsta. Og ég er ekki að segja að samfélagi fyrir 30 árum hafi verið gott. Við vorum á ágætri leið, ef við höfum haldið áfram á það leið þá myndum við búa við miklu betra samfélagi í dag, en það var eyðilagt og við fórum einhver allt aðra leið og það var grafið undan samfélaginu og verkefni okkar er að vinda ofan að 30 ára skemmdarstarsemi. Þess vegna erum við með þetta svo ítalegt. Takk fyrir þetta. Smára kærlega fyrir þessa yfirferð, eins og hann sagði, verkefnið er stórt en við sósíalistar erum með plan. Betra plan. Við vitum hvert við viljum stefna og hvernig við ætlum að fara að því. Ég vek athygli á því að þessar stefnur liggja hérna frammi. Það er bæði eintök hérna á borðinu hjá mér og frammi hjá gestabókinni. Endilega nælið ykkur í eintak og kynnið ykkur þetta. Þetta er líka bara mjög athyglisvert og gott að vera hérna með staðreyndir á hreinu, hvernig við viljum gera hlutina og hvernig við ætlum að ná því fram. Ég ætla að biðja félaga Guðmund Hrafn Arngrímsson, oddvita í Norðvestur, að fara hérna stuttlega yfir betra plan í húsnæðismálum. Þegar hann verður búinn þá ætlum við að opna aðeins á spurningar, en annars verður þetta ekki mjög langur fundur hér í kvöld. Guðmund Hrafn. Já, sælverið, kæru félagar. Já, verkefni er stórt. Þetta er risastórt verkefni sem er framöndan. Það er ekki bara í ríkisfjármálum og hvernig skattheimtu er háttað gagnvart lánunum fólki, heldur húsnæðismálin sem náttúrulega það sem að tekur langmest af ráðstöfunartekjum fólks. Það er kannski stærsta verkefni okkar, stærsta svona verkefni sem að hönd á festir,
sem mun sýna sig náttúrulega bara í stórkostlegri breytingu á samfélaginu okkar. Síðustu 30 árin hefur þjóðfélagið hrapað niður að þessu leyti. Húsnæðismarkaðurinn er orðinn að svona eins konar helvíti fyrir fólk sem á ekki mikið kapital eða hefur aðgang að ríkum foreldrum eða þess háttar, og það ríkir neyðarástand. Það er búið að vera lýsa við neyðarástandi á leigumarkaði eða húsnæðismarkaði undanfarin 10-15 ár. Það er ítrekkað, ef maður les fréttir hérna 10 ára eftir tíman, þá er ítrekkað verið að nefna þetta neyðarástand sem þarf að bregðast við, og ástandi hefur bara versnað síðan. Stjórnvöld hafa sýnt algjöra vanrækslu í að reyna að bregðast við þessu ástandi sem er á húsnæðismarkaði, en við erum búin að brenda hérna þetta betra plan í húsnæðismálum. Þetta er plan sem mun virkilega virka og taka á þessum stóra neyðarvanda sem er uppi, og ekki bara það, heldur líka að horfa til framtíðar. Við erum með áætlun þar hvernig við ætlum að byggja hérna upp stórkostlegt félagslega rekið húsnæðiskerfi og bæta í þessa uppsafnaða skort eða vöntun á félagslega húsnæðiskerfi, vegna þess að upp úr aldamótum tók ríkið sér til og fór að selja félagslegt húsnæðis sem var víða allt land. Það var þannig þegar þessu verkefni lauk árið 2017, þá var hlutfall félagslegt húsnæðis komin í 2,47% á Íslandi. Við erum að tala á Thatcher-árunum í Englandi, þá náði hún ekki að lækka félagslegt húsnæði niður undir 20% á Englandi. Og þrátt fyrir það var talað stórkostlega eyðileggingu á félagslega húsnæðiskerfi í Englandi. Það fór niður í 20%. Við erum fórum í 2,47%. Hugsið ykkur aflið í stjórnvöldum, í Sjálfstæðisflokknum, í Framsókn. Það geta áorkað með þessari stefnu sinni. Við geta gjörsamlega dregið alla lífskraft úr samfélaginu, og það hafa það gert, en við ætlum að snúa sig við. Við þurfum að breyta þessu, og við verðum að breyta þessu. Þetta er undirstaða allrar velferðar. Þetta er undirstaða allrar velferðar í samfélaginu. Það við búum við öryggi með heimilin okkar, sem ekki sífelldum vergangi sem skapi hérna langvinn og mjög alvarleg áföll fyrir fólk sem í þessu lenda. Og við vitum það að húsnæðismarkaðurinn er orðinn braskmarkaður. Það eru sífellt fleiri íbúðir sem að fara í hendur þeirra sem eiga margar íbúðir fyrir, eða fyrirtæki. Á þessu ári er þetta 9 af hverjum 10 íbúðum sem að fara til stóreignafólks og fjárfesta. Árið 2004 það voru 9 af hverjum 10 íbúðum sem fóru til einstaklingar sem var að leita sér með heimili. Það er orðið algjör viðsnúningur. Það er svo mikil umbólun að annars hefur hvergi sést í nútíma sögu hérna í veröldin allri. Ég er búinn að skoða þetta vel. Það verður ekkert land tekið svona mikil viðsnúning í húsnæðismálum eins og Ísland. Þetta er stórkostlegt. Þetta er stórkostlegur vandi sem við verðum að taka á. Og þess vegna erum við með hérna áætlanir hvernig við ætlum að bregðast við þessum neyðarvanda. Það er neyðarvandi sem þarf að bregðast við með neyðaraðgerðum. Og fyrsta lagi, þá þurfum við að tryggja það að það húsnæði sem er byggt, það sé notað sem heimili fyrir fjölskyldur sem vantar heimili. Það sé ekki tækifæri fyrir fjárfesta til þess að hagnast annarkvort á leigu eða í endursölu eða með því að liggja á þessu tómu og láta ávöxtunina bera sig eitthvað nára og selja svo, eins og mikið er Við þurfum að byggja náttúrulega mikið af húsnæði og við þurfum að gera það hratt. Við þurfum að byggja að lágmarki 4.000 íbúðir á ári, á næstu 3 árum, að lágmarki, vegna þess að uppsöfnuð íbúðaþörf er í kringum 12.000 íbúðir. 12.000 íbúðir. Sem er uppsöfnuð íbúðaþörf sem að við náum náttúrulega ekki að viðhalda einu sinni náttúrulegri þörf á hverju ári með framleiðslu eins og hún er. Við erum með uppsafnaðan hala upp á 12.000 íbúðir. Og við náum ekki einu sinni að viðhalda þeirri íbúðafjölgun og þeirri þörf sem að bætist við á hverju ári. Og þeir eru náttúrulega algjört getuleysi og algjör vanræksla og mér liggur við að segja að þetta sé í einhverjum veruleika væri svona vanræksla stjórnmálamanna hreinlega refsiverð. Þetta er svo mikil vanræksla og kemur svo mikil örvæntingu og félagslegum áföllum til fjölskyldna að það hlýtur að vera einhvers staðar, í einhverjum veruleika væri þetta hreinlega bara refsiverð, háttsemi að vanrækja þennan málaflokk svo mikið og svo lengi og svo ítrekkað og svo einbeitt
að þetta ekki eitthvað sem að gerist bara í einhverju tómarúmi og óvart. Það eru næstum 1000 manns að vinna við að skipuleggja húsnæðismál á Íslandi 260 daga á ári. Þetta gerðist ekki óvart. Einfaldlega ekki. Þetta stefna sem unnið eftir. Nú við þurfum að tryggja það að þær íbúðir sem eru byggðar, að þær séu nýttar sem heimili fyrir fólk. Þetta sé ekki á skammtímaleigumarkaði eða sett inn í íbúðagistingu vegna þess að við sjáum það að gríðarlega margar íbúðir og sérstaklega hérna svona miðsvæðis í borginni, það eru kannski 60-70% af öllum íbúðunum sem verður að byggja, það eru keyptar upp af fyrirtækjum sem eru settar svo í rekstur sem einhvers konar gistiheimili. Þetta erum við að sjá og þetta ætlum við að taka fyrir. Við verðum að skattleggja líka, auka íbúðin eins og við gerum í Noregi. Það er hreinlega geta fjárfestar ekki fengið nema 30% af kaupverðinu lána frá bönkunum ef það ætla að kaupa auka íbúður og svo fasteignaskattarnir fjórfalt hærri og þessu viljum við koma á hérna líka til þess að hefta þessu uppkaup fjárfesta á húsnæði. Við verðum að gera þetta, við getum ekki búið við þetta ástand þar sem að stóreignafólk og fjárfestar eignast allt þetta íbúðarhúsnæði. Við getum ekki búið við það, við getum ekki sætt okkur við það að í framtíðinu verðum við bara leiguliðar einhverja fjárfesta, keyrum á malbyggi kvótagreifana. Þetta er framtíðarsýn sem að hryllir mig og flesta held ég, en þetta hreinlega bara plan sem að í gangi og þess vegna verðum við að stöðva þetta og breyta þessu. Við verðum líka sem neyðaraðgerð og einn frumforsendan til þess að þetta gangi eftir að setja hömlur á leiguverð. Leiguverð eða tekjur og ávöxtun og arðsemi á leigumarkaði eitt stærsti drifkrafturinn í þessum ágangi fjárfesta inn á fasteignamarkaði. Þetta er einföld staðreynd. Það er einföld staðreynd að arðsemi á leiguhúsnæði hún 7-10-falt meiri heldur en á hefðbundnu hlutabréfamarkaði. Þrátt fyrir meira að ávöxtunin sé hærri á húsnæðismarkaði heldur en hlutabréfamarkaði, þá arðsemin allt upp til 10-falt hærri. Og það ekki skrítið að þessi ágangur sé svona mikill hjá kapitalinu sem vill aukast hratt, vill fá bæði arð og ávöxtun eins hratt og örugglega eins og þau geta vegna þess að þetta allt saman svona braskarar sem að standa bak við þetta og ýta undir þetta ferli. Og við verðum þess vegna að setja hömlur á leiguverð, það mun sjálfkrafa draga úr ágangi fjárfesta inn á húsnæðismarkaðin þegar sjá fram að það en þeir get ekki rukka 360.000 krónur fyrir 50 fermetra íbúð upp á Háalandsbraut eins og staðreyndin í dag. Þetta verðum við að laga og þetta getum við gert. Það kostar ríkissjóð ekki einustu krónu að gera þetta. Það er að gera þetta bara nánast á milli daga. Þetta eru aðferðir og regluverk sem þaulreynd í öðrum löndum. Og ef einhver segir, já þá dregur úr framboði á húsnæði, þá segir ég tilbaka, ef að leiguþak eða viðmiðunarverð fyrir húsaleigu dregur úr framboði eða framleiðslu húsnæði, fyrir hvernig þá verið að byggja? Munið bara það, þegar þetta sagt við ykkur, að viðmiðunarverð eða takmarkar á húsaleigu munið draga úr framleiðslu húsnæði þegar á að ríkja hérna séreignamarkaður. Þá gengur það bara ekki upp. Ef að þetta verið að byggja fyrir fólk, þá ætti takmörkun og húsalegu ekki að hafa neinn áhrif. En með því að segja að það gerir það, þá er verið að segja við okkur, það er verið að byggja fyrir leigusalanum. Og það á náttúrulega einfaldlega ekki verið þannig. Við þurfum líka að kortleggja tómt húsnæði. Það kom fram í svari Sigurður Inga í þinginu í fyrravor að það verður 22.000 íbúðir í Íslandi með enga lögheimilisskráningu. 22.000. Þetta eru 15% af öllu heimilum á landinu. Og þetta þarf náttúrulega að skoða. Við vitum að þetta í kringum svona 2-3% í öðrum borgum þar sem talað að sé alltaf aukt húsnæði, þetta eru íbúður oft sem eru á sölu og þess að en það séu 15% á Íslandi íbúður sem ekki með neina lögheimilisskráningu. Þetta þurfum við náttúrulega líka að skoða og kortleggja og hreinlega að búa til hvata eða þá vera með skattlagningu á íbúður sem ekki með lögheimili til þess að ýta undir það að þetta fari í lögheimilisskráningu og þá í langtíma útleigu. Við þurfum líka
með langtíma húsnæðisstefnu að skapa umhverfi fyrir samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir til þess að reka þetta félagslegt húsnæðiskerfi og það að vera undir staðan í húsnæðiskerfinu á að vera félagslega rekið húsnæði eða byggt upp á félagslegum forsendum. Það gengur ekki að vera eins og markaðurinn í dag þar sem við erum eingöngu með markaðsdrifin uppbyggingamarkað. Við þurfum félagslega rekin uppbyggingamarkað og ég hvet ykkur kæru félagar til að lesa þessa stefnu, hún er mjög ítarleg, hún er mjög trúverðug og þetta segir bara, þetta er eina stefnan í húsnæðismálum sem að getur virkað og mun virka fyrir almenning. Takk fyrir. Fyrir Guðmundur Hrafn og það er á grunni þessara áætlana sem að við kynnum betra plan fyrir Ísland til þess að við getum fengið hér jöfnuð, velferð, réttlæti, sanngirni, við eigum það skilið, við eigum að geta beðið þessa grundvallarhluti fyrir okkar samfélag og við vitum hvert við stefnum, við vitum hvernig við ætlum að fara að því, við erum til í slaginn og félagar, nú þurfum við hjálp frá ykkur að vekja athygli á þessum stefnum. Þessari áætlun, þessum áætlunum sem við leggjum fram, deila, dreifa og hjálpa okkur í baráttunni eins og þið getið. Takk kærlega fyrir komuna. Við höfum smá stund í spurningar en við erum mjög tímabundin þannig við ætlum að fólk hefur einhverjar spurningar endilega koma hingað upp og bera þær fram. Annars er bara líka hægt að heyra í okkur símleiðis eða xj.is eða hvaða samskiptamiðla sem að þið notið en endilega ef þið hafið spurningar ef þið getið komið hingað upp og kynnt ykkur og verið kjarnir. Takk fyrir. Ég ætla að segja svona í lokin þegar ég var að kveðja